Heyrðu, komið í sæl og mikið óskaplega gaman að sjá hvað það vel mælt hérna í dag. Bara gleður mig innilega að það sé svona margir sem hafa áhuga, ég ætla að segja á sykursýki, en ekki matnum. Ég held að það sé það sem dragi meira að en hvað sem að þetta tengist. Ég ætla að tala aðeins hruma aldraða og síðan ætla að segja frá rannsókn sem við gerðum á elliheimilum í Noregi og Íslandi út frá klínísku leiðbeiningum. En þetta því ég ætla að fara að tala sem sagt, klínískar leiðbeiningar, að þá þetta viðmiðunargildi í blóði sem að þegar við erum að vinna með fólk með sykursýki og þetta þá klínískar leiðbeiningar fyrir alla fullorðna sem að eru ekki taldir hrumir eða eru að nálgast endan. Já. Þannig að við miðum við að langtímagildi sem hemoglóbín A1C-gildið á að vera minna en 7% eða nýja gildin 53,0 millimóli í móli. Blóðþrýstingurinn viljum við hafa ekki hærri 140, jafnvel 130 í sístólinu hjá fólki sem með hjartasjúkdóma. LDL á að vera minna en 2 og 1,8 ef að fólk með hjartasjúkdóma. Og heppilega kólesterólið á helst að vera hærra en 1,3 og jafnvel 1,5 hjá fólki sem með hjartasjúkdóma, með minnir það. Þannig við viljum svona miðum svolítið út frá einstaklingnum og svo þarna þríglýseríðnar og síðan það líka þyngdarstuðullinn og þarna getið þið séð að við horfum ekki á 25 eða 26. Klínískar leiðbeiningar, því það búið að vera að tala svolítið mikið ofþyngd hérna. Við segjum undir 30. Það dálítið merkilegt. Þetta bara sem ég tek upp úr einhverjum tölum frá ADA sem ameríska sykursýkisambandið og IDF alþjóða sykursýkisambandið. En nú förum við í klínískar leiðbeiningar hjá hrumum öldruðum og þá sjáum við að þá mæla þeir með að gildið, langtímagildið, HbA1c-gildið sé á milli 7,6 til 8,5. Og þá á alltaf, og reyndar í klínísku leiðbeiningunum í dag sagt að það eigi alltaf að vera einstaklingsháður. Þannig að við eigum alltaf að taka tillit til hvers og einasta manns. Fastandi blóðsykurinn alveg upp í 12. Hvenær fær fólk að pissa sykrinu? Börn fara að pissa jafnvel sykri ef hann 8 millimóli lítra og fullorðnir cirka 10 en aldraðir 12. Og það þess vegna sem við miðum við 12 hjá eldri einstaklingum. Eða þeir sem að verða, þannig. Meginmarkmiðið þegar við erum að eiga við hrumt eldra fólk að koma í veg fyrir blóðsykursvall. Og þegar það hefur verið sett mælir á fólks á tilkynningu og hjúkrunarheimilum sem mælir blóðsykurinn, bara alveg, og þá sýnir það sig að fólk að fara í blóðsykursfall en veit ekki af því. Þannig að við mælum með að halda blóðsykurinn frekar hærra heldur en lægra hjá hrumum eldri fólk. Og að nota lyf sem draga úr hættu á blóðsykursfalli. Og þetta bara þessar klínísku leiðbeiningar breyttust í kringum 2012-13. Hvað þá hrumleiki? Það bara, og ég þýði enska orðið frail sem hrumleiki. Ég veit ekkert hvort að það sé rétt þýðing á orðinu, en mér finnst það svona einna skást að það þessi skilgreining sem ég hef einna helst fundið. Þyngdartap á þessa persónan ætlir sér það. Meira en 5 kíló á síðastliðið ári. Hann segist vera þreyttur eða örmagna og að hann gengur hægt og hreyfir sig lítið. Ég sýni ykkur þessi það til þessi fraility scale. Nú ætla ég að fara eftir þetta. Get ég ekki hætt að vera með, svona. Nei, en það allavega þessi, mér finnst alltaf þegar við erum að vinna með einstaklinga, þá munar að hafa magnstæki.
Og þetta matstæki sem metur frumleika. Og þá hann að meta frumleika upp í 9. Og þegar að, mér langaði svo, að ég gat ekki gert þetta almennilega. Ég vildi sjá neðar. Svona. Nei, ég vil ekki, ég skal gera þetta að lefa mig. Já, ok. Já, þú má gera þetta. Já, ég skal gera þetta. Sjáu þið, það kemur allt. Það hér. Já. Þetta hérna. Það sýna ykkur þetta hér. Hvernig getur það farið af skjánum? Já, það fer ábyggilega því að... Það ekki hægt að sýna þetta saman. Það eitthvað stilling hérna. Það hérna allavega 7., 7., 8. og 9. stigið, þá förum við að reikna með að fólk sé talið hreint. Og ef þá hann farin að ganga mjög hægt og eitthvað slíkt, og þá getum við sagt, já ok, þá getum við slakað á meðferðinni því við horfum ekki á aldur í dag. 90 ára einstaklingur, hann getur verið mjög hress og 70 ára einstaklingur, hann getur ekki verið hress. Þannig við horfum á frumleikann. Já, þetta þá klínískar leiðbeiningar að allir eldri einstaklingar með sykursýki eiga að hafa einstaklingsbundna áætlun sem tiltekur hve ofta á að mæla blóðsykurinn, hvaða mataræði einstaklingur á að vera á, hvað markmið með langtímagildinu, HbA1c-gildinu og að þetta gildi sé mælt á 6 mánaða fresti. Þetta bara klínísku leiðbeiningunum og við höfum gengist undir að nota það. Og svo það sem hún var búin að tala hérna, hún að Óla Kali áðan, að það bara mælt með almennu fæði, taka burt mikið af sætmeti. Við bara borðum almennt fæði og reynum að hafa það hollt. Ekki þessi kolvetni sem eru merktar fljótt. Þetta líka klínísku leiðbeiningar, mæla það blóðsykur við komum á heilbrigðisstofnun hjá öllum. Og ég veit það bara frá vinnu minni hér á SAK að það gleymist ansi oft að mæla blóðsykur við komum. Þannig hjá ykkur sem að vinna á bráðamóttöku, munið eftir að mæla blóðsykur. Það kostar alveg rosalega lítið, en það getur kostað mjög mikið að senda einstaklingin í alls konar rannsóknir, hann kannski bara með sykursýki, með allt og hafa blóðsykur. Þannig að muna eftir því að það ekki gert. Og á hjúkrunarheimilinu á að mæla blóðsykur við komu, það kannski heldur ekki gert. Þið sem vinna á hjúkrunarheimilum athugið það. Og klínísku leiðbeiningum líka sagt að það eigi að mæla blóðsykur hjá öllum íbúum einu sinni á ári. Þó þeir séu ekki með sykursýki, vegna þess að það getur fengið sykursýki á hjúkrunarheimilum. Þannig að það þarf að fylgjast með. Blóðsykursfall og vitglöp fara illa saman. Þannig að þegar fólk farið að verða með vitglöp, þá þarf alveg mjög mikið að slaka á meðferðinni. Það er mjög auðvelt að rugla saman blóðsykursfalli og einhvers konar rugli. Ef einhver með sykursýki á insúlíni á hjúkrunarheimili ruglaður og þá á að mæla blóðsykur. Það gerir maður það til þess að athuga hvort hann sé að þetta. Og einn og aftur það þetta og ekki bara hjá þessum gamla fólki, heldur hjá öllum með sykursýki blóðsykursfalli hættulegast og í nýjustu rannsóknir sýna að við vitum ekki hvað gerist þegar að blóðsykurinn alltaf að falla fyrir heilan, það að segja. Ég vil bara aðeins að segja ykkur frá þessari rannsóknir við gerðum 2014 og 2015 að við tókum 12 hjúkrunarheimili, 8 í Noregi og norður og vestur Noregi og 4 hjúkrunarheimili á Íslandi, 2 var Reykjavík og 2 var á Norðurlandi. Fórum inn í sjúkraskrá, bara hreint og beint inn í sögukerfið og athuguðum einstaklingurum með greininguna sykursýki. Eða við fórum athugum það, eða þá var hann á sykursýkislyfjum, sem sagt, með glúkófag,
Og ef að það var, að þá greindum við sjúkraskrá hans nánar. Þess það var byrjað að þetta var, ef það var já við annarkvörðu þessari spurningu, þá héldum við áfram og vorum þá með ákveðna spurningar sem við fórum eftir. Við skoðum þá á Íslandi 549 sjúkraskrár og allt í allt það var 1121 sjúkraskrár skoðaðar. Íbúar með sykursýki voru 162 og algengi var þá 14,5% í úrtakinu. Það var lægra á Íslandi en í Noregi. Konur voru 67% í úrtakinu og það er eins og það er á elliheimilum eða hjúkrunarheimilum á Íslandi. Það er sirka 2/3 íbúanna eru konur. 53% voru 85 ára og eldri og 15% voru 74 ára og yngri og það er miklu meira hærra hlutfall heldur en hlutfall af yngri íbúum. Og ég man eftir að hafa farið á eitthvað hjúkrunarheimili og það voru einstaklingar þar inni vegna fylgikvilla sykursýkinnar, eitthvað blindur og gat þess vegna ekki verið heim. Þannig að það var alveg til. Tegund 1 voru með 6% og tegund 2 þá 113 að 70% og það er skrítið en það var vegna þess að Noregur það var svo illa fyllt sjúkraskrá. Á Íslandi það er alltaf verið að skammast út í rækkerfið og söguna en rækkerfið var alveg rosalega gott. Það er tryggði að það var 100% rétt skráning á sjúkdómsgreiningunni sykursýki. Það er af því að hjúkrunarheimili fá greitt eftir skráningunni. Já, það verður að hafa ykkur svona, það verður að vera peningur á með, sko. Já, töflumeðferð, það voru, langt flesti voru þannig að 45% og við skoðum aðeins fleiri atriði hér á Íslandi heldur en í Noregi, til dæmis skoðum við lyfjanotkunina og hjá okkur voru 24 að nota sulfonýlúrealyfin sem er ekki mælt með. En nú farið þið sem að vinna á hjúkrunarheimilum og skoðið lyfin sem fólkið á og ef það á Glimeryl eða Diamikron, þá skulið þið tala um það. Þegar það eru til önnur lyf í dag til að nota. Af því að sulfonýlúrealyfin þau valda hættu á blóðsykursfalli. Þess vegna viljum við ekki nota þetta. Insúlínottækni voru 32% og það voru fleiri í Noregi heldur en Íslandi sem notuðu það saman og hjá okkur voru það fleiri sem voru eingöngu á fæðismeðferð og þar held ég að það komi til að við vorum með betri skráningu á sykursýkisgreiningunni. Á þessu nýja lyfi, Januvia, sem er ekki lengur nýtt, það kom kannski út, hvað var það sem var? Nei, fyrr. Bara fyrr? Það er rannsóknar 2020. Já. Það er. Þetta er svona 10 ára lyf og það virkar þannig að það minnkar niðurbrotið á insúlíninu í þarminum örfáar mínútur en það er samt nóg til þess að það minnkar, að lækka blóðsykurinn og þess vegna þetta dýrt lyf en það veldur ekki blóðsykursfalli og því að þetta er dýrt að þá er ekki verið að nota það mikið á hjúkrunarheimilum. En í dag segja klínískar leiðbeiningar að við eigum að nota þetta svona meira. Og síðan var þetta áfram tiltekið í sjúkraskrá hvernig blóðsykursmælingum skuli háttað og það var hjá 77 íbúðum allt í allt, mun fleiri á Íslandi en í Noregi. Já, ég er alveg að vera búin. Og ég ætla að segja ykkur að mér fannst svo gaman að fara inn á hjúkrunarheimilin og sjá að ef það var sagt að mæla blóðsykur klukkan 9 þennan dag að það var að gert. Ég fannst það alveg mjög gott. Blóðsykurskildin voru þarna frá 4 til 28, ég verð að fá að segja þetta. Vegna það er þetta sem er ekki gott hjá okkur. Að meðal langtímagildið var allt of lágt.
Þið sjáu það að í allir rannsóknir er það 7,5, á Íslandi er það 7,2. Hvað sagði klíníska leiðbeiningin hjá sumum öldrum? 7,6 til 8,5. Og það er bara hér í Norður-Noregi sem þeir fylgja svolítið klínísku leiðbeiningunum og þið sjáu spönnina. Ég spurði einu sinni, byrju, ef ég hætti að vera á lyfjum en samt einhvern tíma með diagnósina sykursýki, nota engin lyf, ég þann sykursjúkur? Og mér var sagt, já, þú ert alltaf sykursjúkur ef þú hefur einu sinni fengið þetta vegna þess að efnaskiptin breytast. Síðan er þetta hérna sem að við þurfum gríðarlega mikið að bæta, að við mælum ekki langtímagildi á hjúkrunarheimilum. Mér var sagt að þetta er dýr mæling og því við vitum það að þetta kostar 2000 kall hver mæling, eða meira en það leysi, 4000 eitthvað. Og það er bara mikið fyrir hjúkrunarheimilið. En ef að þú breytir aldrei lyfjagjöf með út frá einstakri blóðsykri mælingu, breytir bara lyfjagjöf út frá langtímagildi. Og þess vegna verða þeir að mæla þetta langtímagildi til þess að athuga hvort einstaklingurinn er réttri meðferð. Það er bara svoleiðis. Ok, þetta er bara ályktunin. Of stíf meðferð, já. Þú hefur sagðið að ég var hverjum lágt niður 4,8 í HDA-C, spannið var langt. Tókstu þá með alla líka það sem voru bara á fæðisvegna. Já. Það er spurningu sem við hefum átt að hafa þá með. Þetta er mjög góð spurning, Guðjón, og þetta hugsuðum við ekkert um. Við hefðum átt að reikna út og kannski gæti ég skoða það í gögnunum, hvort það sé munur á þeim sem eru bara á fæðismeðferð. Það gæti við sjúklingar með vægari. Já. En sko það er bara, það sem að var illa gert hérna, var all þessi mæling. Þannig að ég bara reyndar alveg sammálaðis. Og fáar mælingar til þess að fá að fara að bera saman marga hópa. En allavega það gefur okkur vísbendingar það að við megum gera betur þarna. Heyrðu, takk fyrir. Takk fyrir kærlega fyrir áhuga, mjög áhuga.